Nú eru framkvæmdir við baðstaðinn Vök í Urriðavatni, rétt norðvestan við Egilsstaði, langt á veg komnar. Það styttist í óðum í að gestir staðarins geti notið þessara nýjungar í austfirskri ferðaþjónustu. Hvenær er stefnt á að opna Vök? Heyrðu, við stefnum bara ótrúið á 1. júlí og við erum bara á fullu í undirbúningi eins og sérst, bara allt í gangi. Það eru bæði þessi föstu kör hérna og svo verða líka fljótandi. Já, nú er bara verið að fara að setja þau, gera þau tilbúin. Það er svona kannski aðalatriðið okkar eru þessar fljótandi laugar. Verða fyrstu og einu fljótandi laugarnar á Íslandi. Með svona fljótandi laugar, hvernig er að halda hitastiginu á þeim réttu? Það er í rauninni ekkert eitthvað flóknara en eitthvað annað. Við erum náttúrulega með mikið af heitu vatni í Urriðavatni. Þess vegna erum við nú og fáum upp úr hólunum 75 gráða heitt vatn. Og erum í rauninni að dæla bara köldu vatni til þess að ná þægilegu hitastigi á laugunum og ætlum svo að vera með mismunandi hitastig, bæði við erum með 2 fljótandi laugar út í vatninu og svo þessar föstu hér. Já. Þannig að og þær eru bara þannig hannaðar að það er einangrun frá vatninu sem þannig að það kólnar ekkert mikið þó að við séum með þær staðsettar út í miðju Urriðavatni. Vakirnar eru nú mættar og komnar á flot. Hvorum sig 22 tonn að þyngd og setja mikinn svip á svæðið. Þegar maður keyrir hérna frá veginum, maður sér ekkert einhverja risastóra og mikla byggingu sem maður tekur alla athyglina. Þetta er haft aldrei lágstemt svona afkoman. Já, það var lagt bara mikil áhersla á það að húsið myndi falla vel inn í náttúruna og þetta myndi aðlagast umhverfinu vel. Það væri ekki einhver risi sem stæði upp úr, þannig að og það hefur tekist ótrúlega vel einmitt. Aðkoman, þú kemur á húsinu og sérðu bara í rauninni bara rétt í dyrnar og svo er náttúrulega notað bara torfið af svæðinu í rauninni til þess að fara aftur sem þakefni sko. Þannig að það verður bara tyrt aftur yfir þakið. Svo sér maður þetta hlið sem að snýr hérna út af vatninu. Það er ekkert mikið verið að splæsa í steipuveggi þar, heldur bara glugga. Já, þetta var náttúrulega bara, það er alveg óþarfi að setja einhverja steipu þarna. Það er bara útsýnið sem skiptir öllu máli og leyfa bara fólki að njóta þessarar náttúru sem er hérna, hvort sem það vill vera innan húsi eða út í laugunum. Þannig að, bara gler á framhliðinni. En svona tengslin við samfélagið og íbúana hérna, verður eitthvað gert svona til þess að fá fólkið hér á svæðinu til þess að nota sér þetta eða verður einblínt meira á erlendu ferðamennina? Sko, aðal markhópurinn okkar eru erlendi ferðamenn. En okkur finnst bara mikilvægt þegar við erum að koma með svona verkefnin á svæðið að heimamaðurinn njóti góðs af því líka. Þannig að við komum til móts við hann með svona árspössum þar sem þannig að heimamaðurinn getur bara keypt sér ársmiða á ágætisverði og getur þar af leiðandi bara nýtt sér þessa þjónustu og afþreyingu allan ársins hring. Það er líka vinnur þá með upplifun ferðamannsins sem að getur þá komið hérna í böðin og hitt heimamanninn. Já, og það finnst okkur mjög mikilvægt og eins og við ætlum að vera með allar upplýsingar bæði á íslensku og ensku og ekki síður bara þannig að ferðamaðurinn upplifi að þetta er lokal, þetta er eitthvað sem við erum að nota og þetta er íslenskt og eins bara í öllu sem við erum að reyna að gera. Hráefni sem við ætlum að nota hérna er af svæðinu og við erum allstaðar í rauninni í því sem við höfum verið að gera, bæði bara starfsaflið á svæðinu sem hefur verið unnið að þessu hefur verið að mestu leyti og nánast öllu leyti héðan og efniviður, það er lerki innan úr Fljótsdal og allt sem við erum að nota í eldhúsinu eða veitingahlutunum, það er af svæðinu. Þannig að þetta ávirkilega að vera svona lokal feelingur, þannig að ferðamaðurinn bara ná að upplifa svæðið okkar og náttúruna og þar sem að héraðið hefur upp á bjóða svolítið kannski á einum stað. Laugasvæð allt með fljótandi laugunum er 500 fermetrar. Þannig að við erum með 200 skápa, þannig að við erum búin að reikna það út að þetta getur orðið áfram bara þægilegt með 200 manns, en þá er fullt hjá okkur. Það er nú ekkert vatn hérna núna, en hvernig vatn er þetta sem verður hérna? Sko, þetta er hreinasta vatn á Íslandi, viljum við minna, hreinasta heita vatn. Þetta er eina vottaða heita vatn til drykkjar á Íslandi. Þannig að það má bara nota það ómeðhöndlað í matvælaframleiðslu og annað og við ætlum að sjálfsögða að nýta okkur það í því sem við erum að bjóða upp á í veitingahlutanum og svo fylgir líka aðgangsmiðanum þínum heitur drykkur þar sem að þú bara blandar, setur vel við þér íslenskar jurtir á svæðinu og
og blandar svo þessu ómeðhöndlaða 75 gráða heita vatni bara beint úr borholunni ofan í bollanðinn og býr þér til drykk. Já, einmitt. En þið þurfum þá eitthvað að kæla svo vatnið eða 75 gráður áður en það kemur svo í þessi böð? Já, vissulega. Við þurfum vissulega að bæta í það köldu vatni svo þetta verður bara þægilegt fyrir baðgestin okkar að vera í. Það er náttúrulega bara mjög margt sem að þarf að huga að áður en að svona staður getur opnað. Verkefnin eins fjölbreytileg eins og þau eru mörg en ef maður ætti að flokka það eitthvað þá erum við náttúrulega að tala um bara sölu og markaðsmál sem skipta gífurlega miklu máli og svo eru bara innkaup af öllu tagi. Það þarf bara hugað teskeiðin í expressobollaninn og svo upp í aðgangsstýringakerfi og hlið og búningsskápa. Það er að mörgu að huga og síðan starfsmannamálin. Við undanfarið hefum við verið að ganga frá ráðningum fyrir sumarið og hér ætlum við að standa vaktina 14 manns samtals í sumar og einhverjir komum svo til með að halda áfram inn í veturinn og þessum staðurinn verður opinn allan ársins hring. Fyrst og fremst bara, er þetta bara ögrandi og skemmtilegt og algjört ævintýri að taka þátt í,